þegar við erum að tala þennan hefðbundna sósíalisma, þá alltaf sagt að hann virki ekki. En hann virkar mjög vel til þess að gera nákvæmlega þetta. Það nefnilega út af því að þegar fólk að tala kjarna þess hvernig ríkisvaldið eigi að vera byggt, þá alltaf sagt sósíalismi hefur aldrei virkað, en hann hefur alltaf virkað. Hann virkar bara nákvæmlega svona. Hann virkar þannig að þú hefur minna í þig, þú ert að færa völd þín, bæði persónuleg og efnahagsleg, yfir til ákveðin aðila sem að segjast að útbýta þessum verðmætum til allra, þannig að þetta sé rosalega mikill jöfnuður. En að endingu þá náttúrulega enda allir með nákvæmlega ekki neitt. Það verða allir jafnir, en það verða allir botnfrosnir undir stígvélinu á þessu nýja ríkisvaldi sem að tjáðu þér að þeir ætlu að redda öllu. Þess vegna hef ég alltaf verið átt svolítið erfitt með þessar hugleiðingar. Og það bara eiginlega nýlega sem ég byrjaði að fatta þetta, að þetta með sósíalismann og segja að hann virki ekki. Hann virkar, en hann virkar svona. Og það út af, og þetta skilgreiningaratriði finnst mér pínu mikilvægt út af því að ég held að við þurfum að gera grein fyrir því að þetta kjarninn í því að sósíalismi virki. Hann virkar þannig að það kjarni sem að tekur til sín og sogar til sín allt vald og ætlar svo að úthluta bæði persónufrelsi og efnahagslegum gæðum út til allra, sem að þeirra sjálfsögðu gera ekki. En það ekki út af því að sósíalismi virkar ekki, það bara út af því að hann virkar svona. Hann virkar þannig að mannlegt eðli kikkar inn, þú ert að fara að taka til þín rosalega mikið ákvarðanatökum og svo gerir þeir alltaf grein fyrir því að þú ert ekki með tök á því að geta ákveðið með skilvirkum hætti þær þúsundir ákvarðana sem að hver og einn einstaklingur tekur á hverjum degi. Og þá segja þeir, þá þurfum bara að hvetja fólk til að gera eitthvað, en það ekkert sem að letjar fólk mikið eins og þessi sósíalíska paradís. En